Það var allt komið. Heyri, þá getum við bara að fara að byrja. Bara góðan daginn, gott að sjá okkur. Við ætlum að tala umhyggju, samfylgd og sálgæslu og hvað við gerum ef að börn í æskulýðsstarfi verða fyrir áfalli. Hvað gerum við ef að barn í æskulýðsstarfi missir foreldri eða systkini eða ef að barn í æskulýðsstarfinu okkar verður sjálft veikt eða jafnvel deyr? Við erum ekki með lokasvör við þessum spurningum, en við ætlum að fara eins yfir nokkra punkta sem gott að hafa í huga í samband við sorg og áföll barna og hvað við í kirkjunni eða æskulýðsstarfinu getum gert þegar barn í okkar hópi verður fyrir áfalli. Og svo mun Gunnar Hrafn, æskulýðsfulltrúi Lindakirkju og grunnskólakennari taka dæmi úr starfi sínu og deila eigin reynslu af að missa foreldri sem barn. Og að lokum mun Guðni fara eins yfir nokkur dæmi úr starfi okkar hérna í Lindakirkju. Já, svo því sem haldið til haga þá höfum við samband við séra Matthildi Bjarnadóttur, en hún hefur mikla reynslu að vinna með börnum í sorg og skrifaði líka lokaritgerð efnið. Hún gaf okkur leyfi til að nýta punkta úr henni og við mælum með því að þið kynni ykkur þessa ritgerð. Hún mjög ítarleg og vel unnin. Svo studdumst við upplýsingar á síðu Almannavarna og hjá Sorgarmiðstöðinni. En hvernig staðan á Íslandi í dag? Samkvæmt tölum Hagstofunnar þá missa í kringum 100 börn á Íslandi foreldri á hverju einasta ári. Og þá erum við ekki með tölur yfir þau börn sem að missa systkini eða verða fyrir öðrum áföllum. Og þessi börn þurfa skilning og stuðning frá okkur fullorðna fólkinu. En rannsóknir sýna að það vanti almennt mikið upp á þekkingu fólks á sorg, bara svona almennt, og viðbrögðum barna við sorgin og því sorgarferli sem tekur við eftir missin og mikilvægi þess að fara í gegnum það. Og eftir því sem við vitum best þá örnin eitt af fáum úrræðum fyrir börn sem hafa misst náinn fjölskyldumeðlim. Og við ætlum að fara eins yfir þeirra starfa eftir, en svo auðvitað Ljónshjarta og Sorgarmiðstöðin að vinna gott starf, en við ætlum að ræða örnina því að hann svona tengist kirkjunni. Það gott að fara yfir þessi algengu viðbrögð barna við sorg og einkenni. Það kvíði, ljóslifandi eða truflandi minningar, svefntruflanir, depurð og þrá, svo getur það komið fram sem reiði og neikvæð hegðun sem kallar á athygli. Þau getur upplifað sektarkennd, sjálfsásökun og skömm. Svo upplifað sum börn námsörðugleika og líkamleg óþægindi. En þegar að frá líður missi þá breytir sorgin oft og ákveðin ferli fer af stað. Þar sem sá sem syrgir leitast við að takast á við lífið í breyttri mynd og aðlagast við lífið eins vel og hægt er. En svo gott að við huga börn sem verða fyrir áföllum og sorg sýna ekki alltaf dæmigerð sorgarviðbrögð, því að sorgin þeirra einstök og tengist mjög þroska þeirra á aldri. Og ungt barn sem verður fyrir sorg og missi þarf ofta að endurvinna sorgina á nýjum þroskastigum. Þess vegna tekur sorgin sig oft upp aftur og alveg fram á fullorðins árin í mörgum tilfellum. Þannig að sorg barna mjög vandmeðfarin og krefst þess að við hinn fullorðnu séum undir það búin og brjótist fram þegar barnið fæst við krefjandi þroskaverkefni, eins og að byrja í skóla eða þegar þau fara úlingsárin. Og í rauninni þurfum að vera viðbúin því að alla breytingar á högum barna geta hrundið af stað sorgarviðbrögðum og sorgarúrvinnslu. En þá ætla ég að gefa honum Óla orðið. Takk fyrir það. Og við erum að fjalla hér það hvernig kirkjan, æskulýðsstarfi í kirkjunni bregst við þegar að barn verður fyrir áfalli. Og auðvitað má heimfæra þetta yfir á allskyns félagsstarf, tómstundastarf þar sem börn eru. Ég meina, það þurfa allir að bregðast við. Sko, í fyrsta lagi þá það náttúrulega það sem kannski ólíkt þessu að vera æskulýðsstarfi í kirkjunni versus til dæmis skóla. Börnin hittast sem bara einu sinni í viku
hér, alla jafn það svona takturinn, hvort sem að það 10-12 æskulýðsstarfi eða hvað, á meðan í skólanum að þá hittast þau náttúrulega hvern virkan dag og það þekkjast náttúrulega vel og ganga þar inn í sinni öruggu aðstæður og meðan hér kannski fólk úr krakkar úr öðrum skólum og annað umhverfi. En í öllu falli að þá gríðarlega mikilvægt hvar svo sem þau koma saman í félagsstarfi að það séu ákveðnir verkferla sem taka við þegar að börn verða fyrir sorg og lendi í áfalli. Og kannski má segja að við í kirkjunni séum kannski betur stödd að því leyti heldur en aðrir aðilar vegna þess að oft presturinn kominn inn í aðstæður, þekkir þar vel til og fylgir svo fjölskyldunni eftir og þá komið þetta samband milli heimilis og kirkju sem að svo óbóðslega dýrmætt vegna þess að það nefnilega skiptir svo miklu máli að þeir sem annast barnastarfið, þeir sem annast æskulýðsstarfið, að þeir séu upplýstir það hvað barnið að ganga í gegnum því að við sjáum það að börn eins og Dís var að segja hann að þá náttúrulega ákveðin einkenni á sorg sem við vitum og þekkjum og heyrðum hér áðan og þess vegna svo mikilvægt að starfsfólkið viti þeir sem koma að starfi með barninu þekki það að hvað að takast á við vegna þess að það eðlilegt að koma fram við barn á annan hátt, barn sem í djúpri sorg og gera aðra kröfu til þess heldur en sá sem að sigli bara lygnan sjó í gegnum lífið. Og eins líka þetta, þú veist, og það ekki bara fókusin á barni sjálft, heldur líka svo allan hópinn sem að við að meðhöndla. Og það er svo gott ef maður má upplýsa hópinn eins mikið og mögulegt því að það kemur í veg fyrir hvísl og kjaftasögur og svo náttúrulega dregur það fram samúð og umhyggju því að það náttúrulega bara þannig að það sem ekki má ræða, leyndarmálin, það getur orðið til þess að búa til skömm og ekki það ábætandi á alla þá vanlíðan sem barnið að takast á við. En auðvitað þarf náttúrulega að hafa það í huga að öll þessi vitneskju, öll þessi upplýsingagjöf, að hún þarf auðvitað að vera með vitneskju, samræðu og samþykki barnsins og fjölskyldunar sem á í hlut. En það ennlega mikilvægt að þessi upplýsingagjöf eigi sér stað. Oft að þá þarf að upplýsa fjölskylduna bara hvers vegna eins og ég hef verið hér að nefna. Og það líka bara þetta, að hugsa að heill barnsins að þessi upplýsingar og allt þetta sé skipulagt, sé til staðar, vitneskjan eins mikil og mögulegt í hópnum og það nefnilega líka til þess að það verður til þess að draga úr kvíða barnsins fyrir því að koma aftur að það sé búið að segja bekknum frá því sem að gerðist hefur. Segja hópnum frá og það líka þannig að á líka við ekki bara ádæðin og hættur okkur ofta að tala sorg bara þegar að einhver deyr en það þetta líka bara þegar einhver takast á við veikindi í fjölskyldunni, þegar bara aðstæður erfiðar í lífi barnsins. Sorgin kemur ekki bara við andlát. Og svo þetta líka þegar maður hugar að hópnum sjálfum, hversu mikilvægt að undirbúa hann eins mikið eins og mögulegt og bara kenna börnum að sýna samkenndina. Bara til dæmis þetta, að það verði ekki þessi eins og ég hugsa að mjög margir hafa lent í ekki bara börn en fullorðnir. Nú einhver að missa nástun og hvernig á maður að bregðast við. Sumir bara taka krók framhjá úr búðinu og bara nú veit ég ekkert og svo lendir bara enn meiri klemmu næst því að nú maður einu sem búin að taka krókin og nú verður maður bara feysa aðstæður og ég meina þetta líka alveg við í aðstæðum barna. Þú segja þeim bara, nú segjum við bara í samhengis, nú segjum við bara hvað leitt að heyra þessar fréttir, að koma til móts við barnið, að mæta barninu, því að það líka þetta sem að rannsóknir hafa sýnt, að þegar að barnið að mæta aftur í sína hversdagslegu rútínu, að þá getur þetta skapast þessi togstreita, kvíða og tilhlökkunar. Kvíðinn að fá þennan stimpil á sig,
að ég barnið sem misti mömmu mína, eða ég barnið sem misti pappa, ég þessi sem að takast á við þessa miklu sorg og allir að vorkenna mér. Og svo líka versus tilhlökkunina að mæta aftur og upplifa að það sé þetta góða hlýja umhverfi, að það sé vel tekið á móti manni. En þá líka rosalega gott, bara svona sem leið, sem ráð. Þú veist, að það sé búið að undirbúa hópinn og jafnvel búin að skrifa einhverja hlýlega kveðju heim, bara það sem allir skrifa undir, presturinn, íþróttaþjálfarinn, kennarinn, fer með heim og bara við hugsum til því, gjörðu svo vel, hér kveðjan. Eða eitthvað svona einfalt en segir svo ótrúlega margt. Því það bara þetta að börn, það heilmikill skóli fyrir þau þegar að einhver samnemandi eða barn sem þekkja að ganga í gegnum aðstæður sem ekkert barn á að þurfa að upplifa, að þurfa að horfa á eftir foreldri sínu. En það líka ótrúlega dýrmætt að þau læri í gegnum þetta ferli að tilfinningar alls konar. Og það sem að til dæmis áður var bara góðlátlegt grín eða eitthvað svona góðlátlegt stríðni eða sem að áttu að vera bara fyndið og skemmtileg, en það geti rist miklu dýpra heldur en áður. Og þess vegna það bara líka þetta, að þau læri það, að á göngunum í starfinu, að þá spyrjum við ekki óþægilegra spurninga og að sá sem að sorgmætur, sá sem að líður illa, að hann þarf ekki að fara út allt og segja hvernig hann líður, heldur velur sér þá aðila sem hann treystir og vill tala við og opna sig fyrir. Og svo líka þetta, og ég ekki mjög flinkur að tala í mikrofóna, svo það líka þetta að sem þau þurfa líka að hafa í huga, sem svo gott að vera vakandi yfir, sem leiðtogi hópi barna, að vera vakandi yfir því að reyna að skynja það að börn sem að upplifa það að eitthvað félag að missa foreldri sitt, að þá kemur kvíðinn. Getur mamma mín dáið næst? Getur pabbi mín dáið næst? Þú veist hvað? Þú veist, og það bara þessar eðlilegu spurningar og tilfinningar sem að leita á hug og hjarta, og þess vegna líka, þú veist, þegar við ganga í gegnum svona aðstæður, þess vegna svo mikil líka að maður upplýsi ekki bara hópinn það hvað hefur gerst, heldur helst að foreldrasamfélagið allt viti hvað að gerast í samfélaginu. Og þetta og þetta við allstar, þó við séum hér í stóru hverfi, hér á stórri sókn, að þá verður oft þessi litla smábæjarstemming í æskulýðsfélaginu, í íþróttafélaginu, þar sem allir tengjast einhverjum böndum, og þess vegna þetta svo mikilvægt. En svo líka þetta sem að maður meðvitaður líka, að hvetja börn að koma í kirkjuna, í skólan, eins fljótt og verða má, því að þessi rútína, hún getur líka verið svo huggandi og mikil styrkur í því, og jafnvel bara hvíld, að komast í kirkjustarfið til að losna út af heimilinu smásund, þar sem sorgin svo þrúgandi. Og þess vegna svo frábært, þetta starf sem var sett af stað árið 2014, Örninn, fyrir 10 til 17 ára börn og unglinga sem hafa mist foreldri eða náinn ástvin. Ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur sem störfum á vettvangi kirkjunnar að vita af þessu starfi og hversu dýrmætt og mikilvægt það En það var þannig að upphafskonu verkefnisins Heiðrún Jensdóttir og Jónar Hrönn Bolladóttir, en Heiðrún, hún misti son sinn árið 2014, hann var uppkominn, og þetta var náttúrulega gríðarlegt áfall fyrir allt og alla, og ekki síst fyrir dóttur hins látna sem var þá 10 ára þegar hann dó. Og Heiðrún, hún reyndi og leitaði logandi ljósi að úrræðum fyrir barnabarnið sitt, hvar hægt væri að finna vettvang til þess að ræða sorgina í hópi jafnaldra. Þetta taka þátt í einhvers staðar félagsstarfi þar sem hægt var að koma til dýranna eins og maður klæddur með allar sínar tilfinningar og sorgir og tár. Og á þessum tíma, hugsið ykkur, það ekki nema 10 ár síðan.
og þá var bara hreint ekkert auðugan garð að gresja. En Heiðrún, hún sá myndband á netinu þar sem fjallað var sumarbúðir erlendis fyrir börn og unglinga sem höfðu misst náin ástvin og þá fann hún hjá sér þessa sterku köllun til þess að koma á fót svona starfsemi hér á Íslandi. Hafði samband við séra Jónu Hrönn og Örninn var til. Og í dag að þá skipulag starfsemi þannig að yfir vetrartíman mánaðarlegir fundir og síðan haldið í helgaferð að vori og úrvinnslu aðferðirnar sem notaðar í starfi Arnarins, að það þetta búa til minningabók, úrvinnslu og minningastundir. Það samtal í hópi með sorgaráðgjafa, listasmiðja, líkamleg hreyfing, líkamleg slökun, frjáls leikur, þannig að krökkunum sem þarna koma að þeim líði vel þrátt fyrir sína erfiðu reynslu. Og ég veit að það eru alveg gríðarlega margir sem hafa tekið þátt í starfi Arnarins og fundið þarna styrk og leið til þess að takast á við þessar sáru tilfinningar sem það að missa foreldri eða náin ástvin. Og sem betur fer að þá nú líka þannig að það hefur margt gerst og margt verið skrifað og efni mjög víða aðgengilegt og eins og til dæmis þá erum við hérna með bækur sem kannski ætlaðar börnum í sorg, að það þessi bókvæði í veröldinni gerir maður þegar eitthvað deyr, til Trevor Romain og svo Guðrún Alda Harðardóttir skrifaði það má ekki vera satt og svo náttúrulega sígildasagan bróður minn Jónshjarta sem allir þekkja nú, þetta Astrid Lindgren og svo náttúrulega þessi bók sem við ættum öll að kunna kannski ekki utanbókar en ofboðslega gott að lesa. Bókin hans Sigurðar Pálssonar sem hann skrifaði nú fyrir nokkrum áratugum síðan, Börn og sorg. Og hún stenst alveg tímans tönn og alveg frábær til leiðsagnar og ég segi það allavega í mínu starfi og sérstaklega þegar maður byrja, ég held ég að lesa hana 10 sinnum fyrir hvert einasta útkall bara já, það eitt barn á heimilinu 6-12 ára og þá var bara tjekklisti, hvað þarf maður að passa, alveg geggjur. En nú ætla ég að bjóða Gunnar Hrafn, grunnskólakennara, að koma hér og segja við okkur nokkur orð, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Fyrir 15 árum síðan þá misti ég föður minn og var þá nýlega byrjaður í fermingarfræðslu og hafði heitið sjálfum með því eftir útförina að ég skyldi aldrei framar stíga fæti inn í þessa kirkju þar sem að ég hafði hvatt föður minn í hinsta skipti. Og þess utan að þá hataði ég líka setninguna ég samhryggist þér og á endan dag í dag rosalega erfitt með þessa setningu og sjálfur bara segi ég hann ekki við neitt. Ég nota bara aðra leiði til þess að votta samúð mína og nota þá ekki þessi orð. Af því að þau höfðu alveg rosalega svona pirrandi áhrif á mig. Orð sem að, nákomnir ættingjar voru að segja, en líka bara fólk sem að ég hafði jafnvel ekki hitt áður, einhverjar saumakellingar og vinkonuhópi mömmu sem að ég hafði bara aldrei hitt og voru að segja við mig þessa setningu og ég hugsaði, meinar hana? Þetta meinaði fólk þessa setningu, en samt var þetta svona að þetta kom frá ókunnugu fólki, þá fannst mér ég ekki geta tekið marka á þessari setningu. Og það var hérna í skólanum að þá voru allir rosa meðvitaðir hvað var í gangi, vinir mínir, kennarar og allir að koma svona og klappa mann á öxlina og segja svona, þetta verður allt í lagi. Og heima fullt af fólki að koma á hvít blóm, fyrirgefið, getur þau ekki, og hérna þar fram eftir götunum. Síðan var mér sagt frá unglingastarfi KFMK í kirkjunni minni og ég sagði svona, nei, ég ekki að fara aftur í þessa kirkju. Nema það bara til þess að neyðast til þess að fara í gegnum þessa fermingarfræðslu af því að það er það sem pabbi hefði viljað. En ekki nema bara 4 mánuðum eftir að ég fór að sækja þetta starf, þá lá ég í rauðum Joe Boxer náttbuxum fyrir framan altarið þar sem kista föður míns hafði staðið og var að borða popp. Ég hef aldrei sagt prestinum mínu frá þessu að ég hefði verið að borða popp fyrir framan altarið en segi það hér og nú. Og nú velti maður eflaust fyrir sér, hvað gerðist eiginlega? Og það er af því að leið og ég steig inn í unglingastarf KFMK, þá tók á móti mér frábær leiðtogahópur sem að mér fannst eins og bara hefði ekki hugmynd hvað ég hefði gengið í gegnum. Og
þau bara tóku mér bara eins og hverjum öðrum einstakling, bara velkomin, komdu að leika með okkur hérna og það var ekki minnst einu orði á dauða eða sorg eða eitthvað svoleiðis og loksins þá bara fann ég þessa tilfinningu að loksins get ég hugsað eitthvað annað af því að ég hugsaði þetta í skólanum, ég hugsaði þetta heima hjá mér en nú var ég komin á stað þar sem að, staðinn þar sem að ég hefði mest átt að hugsa þetta en gerði það ekki. Og ég hugsa nú í dag að eflaust hefur presturinn minn sagt æskulýðsfulltrúunum í kirkjunni frá þessu en bara viðbrögðin þeirra sem voru í raun og veru engin voru nákvæmlega það sem að ég þurfti á að halda. Og það er þessi leið sem að nokkurn veginn ég fór þegar að nemandi hjá mér misti foreldri. Ég fór ekki í setninguna í samhryggist af því að ég bara vissi sjálfur hvað mér fannst hún pirrandi sem barni. En við fórum í sem bekkur að búa til svona minningabók sem að við sendum heim þar sem að fjölskyldan gat safna saman myndum og sögum og fleira til þess að minnast þessa foreldri sem hafði dáið. Og ég hef bara séð í bréfum og gjöfum sem þessi nemandi minn hefur gefið mér í gegnum árið bara hvað þetta var mikilvægt fyrir þennan einstakling og við höfum aldrei talað saman það sem gerðist. Af því að eins og hefur kannski komið fram að barn það kemur og talar við þig eða treystir þig til þess og þegar það vill gera það á þeirra forsendum. Þannig að við erum ekki að fara til þess að segja það er bara hvenær sem kontórættu við mig. Ég sem barn sem hefur lent í þessu, ég veit hverju mikið treyst fyrir þessum hlutum og tala þetta. En það er líka þannig að við sem að vinnum með börnum, við þurfum að vera tilbúin til þess að ekki endilega að grípa þau þegar áfallið gerist. Við þurfum kannski að taka við börnum sem að lenti í áfallið fyrir einhverjum 5-10 árum síðan. Fyrir mjög stuttu síðan að þá átti ég samtal við einstakling, þá var ég að flytja smá hugveikju og kom bara einni stuttri setningu inn að ég hefði mist foreldri. Og seinna kvöldi að þá fann þessi unglingur sig knúinn til þess að koma og tala við mig og við sátum saman í klukkutíma þar sem og barnið átti að vera löngu farið að sofa. Þar sem við fórum yfir í hverju þetta barn hafði lent, hafði mist foreldri þegar það var 5 ára gamalt og hafði einhvern veginn aldrei talað það. En fann sig einhvern veginn knúið að fatta það að ég tengdi við þetta, að tala við mig þetta og barnið það hafði aldrei kynnst foreldri sínu af því það var svo ungt og við vorum að reyna að tækla þetta á þessum klukkutíma og þetta gerðum við það ekki. Ég sagði það við barnið strax, við erum ekki að fara að leysa þetta vandamál á klukkutíma eða 2. En viðkomandi einstaklingur hafði þessa þörf til þess að ræða þetta og við þurfum að vera tilbúin til þess að taka líka á málum sem eru gömul af því að augljóslega var þessi einstaklingur ekki búinn að loka þessu máli. Og það var nú allt sem að ég skildi sagt hafa. En ég ætlaði samt að enda á því að eftir þetta samtal þá var ég alveg svona smá búinn á því og hugsaði með mér, já, af því ég hef bara ekki lent í þessu áður. Og daginn eftir að þá hringir séra Guðni í mig og biður mig að tala þetta málefni. Mér fannst þetta aldrei áhugaverð tilviljun, en gerðu svo vel. Já, takk fyrir það. Mér langaði aðeins að því að nú erum búin að fara svolítið í svona fræðilega kenningarnar og hvað við þurfum að gera og við erum búin að heyra hennan persónulega vitnisburð hvaða skiptir máli að kirkjan sé líka heimahöfn og sé ekki að þvinga endilega maður þurfa að tala það. Og við höfum náttúrulega orð Biblíunnar svolítið fyrir okkur því. Það svo fallegt sem sagt fögnum með fögnundum, grátum með grátendum og allt hefur sinn tíma, segir líka á öðrum stað í Biblíunni. Að gráta hefur sinn tíma og gleðjast hefur sinn tíma og ef að börn þurfa heimahöfnina þá skiptir það miklu máli að við horfum á æskulýðsstarfið þannig. En það sem við höfum reynt að gera í Lindakirkju er að tala sorg og hafa það sem hluti af fermingarfræðslunni og þar erum við svolítið að horfa í ein orð Biblíunnar líka þar sem að segir þegar ég þagði tærðust bein mín. Og við vitum það er svona eina lykilsetningum í sálgæslu er express your grief, don't contain it. Það er að segja þú verður að tjá sorgina þína en ekki reyna að geyma hana eða setja hana ofan í einhverja krukku og aldrei hugsa hana. En hvaða leiðir, eins og við höfum
komið staðinn í kvöld, þá það bæði að vera til staðar og geta bent á úrræði en líka skapa þetta traust. Og við höfum í okkar fermingarfræðslu lagt svolítið upp á því að segja við börnin þegar, og ekki ef, þegar að þið lendi í sorg, það kemst enginn í gegnum lífið án sorgar, stundum bent á það hægt reyndar, eina leiðin til að komast í gegnum lífið án sorgar ef maður ákveður að elska aldrei neitt. Þá þarf maður ekki heldur að syrgja neitt. Þannig að þegar að þið, segjum við fermingarbörnin, lendi í sorg, þá verðið að tjá hana. Og við erum svo heppin að verða hliðin á kirkjugarðinum, þannig að við förum alltaf eina ferð í kirkjugarðin og sýnum þeim leiðin og tölum það. Svo höfum við annan tíma þar sem að við sýnum hvernig fólk hefur tjáð tilfinningar sínar og listamenn. Og við bara sýnum þeim ýmis myndskeið, bæði bara til dæmis þekkt lag sem Eric Clapton samdi þegar hann misti son sinn lítinn á hræðilegan hátt í slysi, en bjó til lag sem hefur verið mörgum huggun í Tears in Heaven. Við höfum sýnt kveðjuna hans Bubba og tökum svona fleiri dæmi þar sem við sýnum bara þetta það sem maður þarf að gera og stundum verður með þessu öðrum til huggunar og blessunar ef maður tjáir sig áföllin sín. Og það svolítið merkilegt hvað það býr mikið í börnunum og stundum eru þau bestu sálgætarnir. Og ég man einu sinni þá vorum við að tala þetta og ég sagði ég veit þetta getur orðið erfið tími og við viljum sendum á foreldra, við erum að fara að tala sorg núna ef einhver meir eða veikur fyrir og staði í sinni sorgargöngu, þá gott að þið viti það. En það var strákur sem hafði mist bróðið sinn svona 2 eða 3 árum áður, svona stór og svolítið mikill og ég sagði þetta getur orðið erfið, svo sá maður að hann bara ætlaði að vera áfram en svo brast hann í gráti í meiri kennslustund og þá stóðu bara 4 fermingjardrengir, allir jafnmiklir stórir og miklir rumar og svona og tóku svona stubba knús og það var ótrúlega merkilegt, þeir sögðu ekki neitt en það voru allir með í þessari huggun sem þeir veittu og það getur kirkjan gert og við líka bendum á minningasjóðinn og við höfum náttúrulega þurft að glíma á við stundum þurft að fara í íþróttafélögin þegar það hafa orðið áföll þar og verið með minningastundir og þá það alltaf bara hvernig getum við kennt þeim á einhvern hátt að tjá. Minningabókin að skrifa kveðju skiptir máli, kveikja á kerti og hugsa til og senda bænir og hlýjar hugsanir til viðkomandi. En svo höfum við líka dæmi sem við viljum segja frá sem að gerðist þegar það var strákur sem var hér í svona fjölgreinastarfi sem að sérsta starfi í kirkjunni til að svona valdefla stráka sem að kannski ekki fundi í sín námi og þetta var svona ekkert stór hópur en lítill og það strákur þar sem deyr bara langt fyrir aldur fram og við náttúrulega kölluðum strákana saman en svo fóru foreldrarnir þá leið að stofna minningasjóðum hann og fóru að hlaupa fyrir hann og Gummikalli hljóp með þeim og fleiri strákar sem tengdust þessum hópi tóku þátt í því og niðri appelsínugúlur var upp á liturinn hans. Þau voru þakklátt fyrir það sem kirkjan gerði og settu pening í að gera upp kjallarann hann svona æskulýðsværi og einn veggurinn appelsínugulur og það svona mynd af honum og logoinu sem andlitið hans brosandi og minningasjóðsins og þetta svona leið sem að foreldrarnir fengu til að gefa sorginni farveg af því að ef okkur tekst það ekkert betra en að börnin sjálf læri express your grief, náðu að tjá tilfinninga hennar og þetta gerum við markvið svona 3 sinnum yfir veturinn og mér langar eiginlega að segja því að það var, svo lendum við erfiðu dauðsfalli í nemendahóp þar sem að foreldri lést og þá ætlum við allavega að trúa að það hafi hjálpað að vera búin að gefa þeim þessa æfingu að tjá hugsin og segja að það eitt sem er gert af því að það voru vinkonur stúlku sem að misti foreldri sem að skrifuðu þetta bréf sem ég langar eiginlega að hafa sem svona loka orðin af því að það segir stundum held ég að ég hefði ekki getað samið svona einlægt og fallegt huggunarbréf en það kannski líka hlutur kirkjunnar að gefa börnunum tækifæri til þess en ég búin að breyta nöfnum en þetta skrifuðu þær til vinkonu sinnar. Elsku besta Anna María og fjölskylda. Orð geta og munu aldrei geta lýst hversu hræðilegt svona og okkur þykir þetta svo leitt.
Þetta er ólýsanlegt. Við hugsum til ykkar hverju einustu stund og við byggjum fyrir ykkur á hverju einasta kvöldi. Við vitum að Guð og Jesús munu leið ykkur í gegnum þessi erfiðu tíma. Enginn getur skilið hversu erfitt þetta en við vitum fyrir víst að hetjan okkar, Anna María og fjölskylda, munu komast í gegnum þetta. Við erum alltaf við bakið á ykkur, alltaf. Þið eruð og verðið aldrei ein, aldrei, aldrei. Getur nokkur einhvern tímann ímynda sér svona erfiðleika, en við vitum að elsku pabbiðin var einstakur og elskaði ykkur öll. Pabbiðin var blessun, minningin hans fjársjóður og lifir í hjörtum okkar allra. Hann var elskaður fram yfir orð og verður saknað ómælt. Pappa missir heitt stærsti missi lífsins, kveðja elsku fjölskylda. Svo skrifa 10 vinkonur til hennar og þetta heldur hlutverk kirkjunnar, að reyna að senda börnin áfram þannig að þau séu, eins og Lúther segir, öðrum prestar og geti veitt huggun og styrk í erfiðum aðstæðum. Þá áttu að hægt að vera með umræður. Það er ekki að koma bara öll upp ef það er einhverjar spurningar. Er eitthvað sem þið viljið velta upp eða einhverjar hugleiðingar eða einhverjar svona ábendingar eða eitthvað sem kom upp í huga ykkar sem þið viljið deila með okkur, hvort sem eru spurningar eða bara svona einhverjar hugsanir eða ábendingar? Þegar þú ert búin að heyra þetta svona 600 sinnum, sko, yfir 2 vikna tímabil, þá þreytistu aðeins á þessari setningu, sko. Af því að svo sérðu ekki 70% af þessu fólki aftur. Það er líka, sko, svona punktur sem hægt að koma að, sko. En ég er ekkert reiður, sko, fólk meina þetta bara í góðu, sko. Það nú lendi ég sem sagt þegar rétt fyrir mína fermingu að þá lendi ég því að pabbi minn hann fær heilablóðfall, verður lamaður og mállaus og framtíðar horfur mínar hrundu. En þarna það er náttúrulega komið mörg ár síðan þetta var og þarna skildi enginn þessa sorg sem að ég stóð í. Þetta var svo mikið sorg að horfa á að allt það sem að ég sá fyrir mér sem barna yrði framtíði mín, það var ekki hægt lengur. Það var ekki hægt að taka þátt það var ekki til peningar, það var ekki hægt að leyfa okkur krökkunum að halda áfram í því sem við vorum í og við sátum þarna uppi með pappa, það var ekkert sem greip okkur. Þarna finnst mér skipta svo miklu máli og þetta, ég segi alltaf að þetta er stærsta gjöfin mín. Stærsta gjöfin mín er svo að hafa fengið að upplifa þetta á eigin skinni af því að ég veit hvernig fólki líður og hvernig börnum líður þegar framtíðin bregst. Og þannig að mér skipta líka svo miklu máli að gera börnum grein fyrir því að sorgin felst ekki bara í dauðanum,
sorgin hún felst í því þegar að vonir og væntingar get ekki staðist. Og að ræða það og ræða við það, ég skil vel að þú er sorgmætt yfir stöðunni sem í dag. Þú veist að það finni það að ég skil sorg þína. Já, bara takk fyrir að deila því og það er akkurat svo mikilvægt að ef okkur tekst líka sjá það getur við nefnilega verið gjöf þó maður sjá það ekki þegar maður stendur í erfiðleikunum, en þú hefur ákveðna gjöf að hafa upplifað þetta og geta hlustað með öðrum hætti en þau sem ekki hafa upplifað svona sorg, sko. En þetta er líka svo góður punktur að við erum kannski svolítið mikið alltaf að fókusa á hvað dauðinn og það er svona alltaf stóra áfallið, en það er líka bara þetta, hvað gerist þegar framtíðar horfum fjölskyldunar og maður missir fyrirvinnu eða þú veist að einstaklingar geti ekki gert það sem maður dreymdi og sá framtíðara með. Já, það skiptir máli. Þannig að bara takk fyrir að deila þessu. Það að þið vorum að tala um áðan að börn að lenda í alls konar sorg og ég vann svo lengi sem ráðgjafi í Kvennaathvarfinu og var búin að lesa þessa góðu bók, Börn og sorg. Og þar eru börn sem syrgja, fá aldrei að hitta pabba aftur og pabbi er vondur og það má ekki tala um hann og þeirri sorg fylgir svo mikil skömm og þessi börn eru oft í skólanum skömmuð af því þau eru óþekk. Þannig ég ætla bara svona aðeins að senda ljós á þennan hóp. Ég held að þarna séu líka, og eins og við sagðum sorgin, hún er oft svo þegar við talum og ég mun að sjáum það alveg eins og með örnin og svona oft viðbragðar, þá er þetta svo oft tengt andlátum. En þegar við sjáum að sorgin, hún hefur ýmsar birtingamyndir og ýmsar orsakir eins og við nefnum, öryggisleysi og áföll, það að börn upplifi erfiðar aðstæður heima við og þess aftar og ég held og ég meina eins og það, þá handlar bæði skömm og það má ekki segja allt og þá má maður vera að vanda sig mjög við hvað maður talar og maður má ekki einu sem segja það þegar að er að upplifa þessa vondu tilfinningu, pabbi fullur, pabbi já og vondur og svo sem allt það sem að upplifa á heimilinu sem að er svo erfitt að þú getur ekki komið í skólan og sagt þetta, það er þó það sé erfitt. En þá er allavega það að mamma sé dáin og þá fer allt, náttúrulega kerfið kannski í gang. En ég held einmitt að þarna sé líka mjög mikilvægt eins og hægt að aðilar séu svona meðvitaðir og skilji þess vegna hagi barnsins. En auðvitað verður þetta oft líka feluleikur sem að mjög erfitt að feluleikur, minnst nú ekki eins og hægt að nota orðið leikur í þessu samhengi. En allavega, þarna er allt eitthvað sem er falið sem að mjög erfitt að stinga á þau kýli. En ég held að það sé svo sannarlega hagsmunum barnsins til heilla að þeir sem að standa starfi með barninu fá að vita minnst og kosti að það eru erfiðar aðstæður, það eru erfiðar hugsanir, það eru erfiðar tilfinningar sem barni er að takast á við sem útskýri kannski einhverjum hegðun eða annað sem að barni sýnir. Mér langar bara að þakka ykkur kærlega fyrir. Ég er sjálf að skrifa mastersritgerð um mikilvægi sálgæslu í sorgarúrvinnslu barna eftir missi. Og mér langar, ég er ekki með neina spurningu, mér langar bara að segja að það er bara óendanlega dýrmætt að fá að heyra frá ykkur og fá að heyra þessar sögur því að ef þetta er ekki eitthvað sem að kenni manni þá veit ég ekki hvað, þannig að bara takk fyrir. Takk.
Já, takk fyrir fróðugt erindi. Ég heiti Matthías. Einu spurningu þegar við tölum að gera kirkjuna heimavelli sér liður í því að hjálpa börnum að tjá sorg sína og sérstaklega þá innan kirkjunar. Kirkjan getur náttúrulega verið framandi fyrir börnum og unglingum og sum farið fyrsta sinn í kirkjuna þegar þau farið í fermingarfræðslu. Þannig að hvernig gerum við kirkjuna að heimavelli hjá börnunum svo við getum hjálpað þeim? Ég held að það skiptir bara rosalega miklu máli að við reynum alltaf að hugsa það þegar við mætum fólki og allir sem koma til okkar, við vitum ekkert hvaða baráttur þeir eru að heyja eða í hverju standi, en að reyna bara að smætta þetta alltaf niður. Hver einasti einstaklingu sem ég mæti gæti þurft á brosi að halda eða eyra til að hlusta, að því við vitum það eins og við vorum að tala áðan, þessi tvíræða sorg, þar sem að þú er kannski jafnvel fegin og þurfur ekki að vera samskiptum við pappa þinn, að því hann er alltaf fullur, en samt ertu að díla við að þú eigir ekki pappa eins og öll viljum við að pappar séu. Að þá sýnir það þarf oft ekki nema einn caretaker eða einhvern sem að reynist barni vel til þess að það eigi fyrirmynd og ná að rétta mjög bjagað bakland af. Og ég held að það sé kannski bara að reyna að hugsa, kannski bara mjög næft og einfalt svar, en bara að allir sem kom inn í kirkjuna, öll fermingarbörn, reynum að gefa okkur tíma til að horfa í augun á þeim, reynum að taka eftir, er einhver sem var óvenju seinna að labba út úr kirkjunni, var hann kannski leit eftir einhver eyra, var einhver sem kom fyrr, eða labbar eins og var nefnt hérna áðan og segir, hvað þýðir eiginlega samhryggast, kannski vissan það, en þarna var tækifæri til að láta vita. Já, það er eiginlega bara svar mitt, að reyna að horfa bara, smætti þetta bara, hver einasti sem við mætum gæti þurft að halda og bros og uppörfun er okkar besta tæki. Við langar að segja ekki bara reyna að fá börnin í barnastarfi, þannig að þið er bara ég, sko. Það er kannski ekki alveg raunhæft, en að því sögðu þá segi ég að það að ef maður þekkir börnin úr barnastarfinu, að þá er komin þessi tenging og það þarf ekki að vera einhver ægileg dramatík, bara það að ammið af eða langa við sér dáinn, að það verður einhvern veginn, það búið að opna á tengingun og spjallið verður miklu betra í staðis einhvern veginn að þurfa að ímynda mér þegar börn eru svona í erfiðum aðstæðum og svo kemur einhver ókunnugur maðurinn á heimilið og tala nú ekki þegar hann er bæði svona hávær og eitthvað svona ekki þægilegur svona og svo næst þegar þú sér þannig að þá er hann komin í kjól og ég meina hvað fígúra er þetta eiginlega og ég er svo treyst honum fyrir öllu mínu. En ég segi þegar tengingin er komin þá er svo dýrmætt, já þú veist, ég sérstaklega eins og segi, maður þekkir börnin fyrir, þá er það náttúrulega fermingarfræðslan er náttúrulega og það þangað fara náttúrulega flest börn í gegn, að hún er óendanlega dýrmætt. Og ég get bara sagt það var drengur sem femst úr vorið, svo svipti faðir hans lífi haustið. Og fyrsta sem hann sagði, eftir því sem mamma sagði, við erum að hringja í prestinn. Og það var svo gott, og svo bara, og það var mikið óreið ástand, það var seint á sunnudagskvöldi, bara nálægt miðnætti. Og það var svo mikil upplýsn inn á heimilinu, það vissi ekki hvað ég var að gera núna, hvernig átt að vera, að fá einhvern aðila þar inn, bara til þess að taka svona stjórn á aðstæðum. Og þannig sá maður bara, þetta virkar, bara, hvað ég var að gera, hringi í prestinn, og hvern getur maður annar hringt á kl. 11 á sunnudagskvöldi, annan en prestinn og ég veit ekki, jú, ég var að panta sér þetta vínórið núna, en það var ekki stemmingur því allavega. En allavega, þeir völdu rétt þarna, tóku góða hluta. En það er ótrúlega dýrmætt þegar það tekst að gera kirkjuna heimavelli. Það verður tími til að kaupa súpu. Já, ég held bara aftur að vera 45 mínútur. Ég held að það verður. Takk fyrir komuna.